rísum á fætur og lofum Guð í dag. Komum og tilbiðjum hann, konung sem sigurinn var, mikið verk hann. Sjáið öll verk frelsara, ástan sem umvefur allt, mikið verk hann. Mikið verk hans. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf og allt það sem bindur í hlekki og böl og böl. Mikið verkið, við dönsum í frelsi, svo fagnandi kál. Og Jesús, þitt nafn er við upphafið hátt og böl. Mikið verkið. Velkomin að samkomu, gaman að sjá ykkur. Við ætlum að lofa Guð í dag, má ég heyra amen. Við ætlum að gefa honum dýrð, hann á skilið dýrð alla daga, alltaf. En þar þér eru börn, þá hefur Guð sent anda sona síns í hjörtu vor, sem hrópar Abba Faðir. Galatabréfið 4:6. Við ætlum að gefa honum dýrðina, halleluja. En við skulum syngja saman. Trúr og sannur alla tíð, mikið verk þitt. Og ég veit að þú best með mér enn, því þitt loforð já og amen. Mikið verk þitt. Og ég veit að þú best með mér enn, því þitt loforð já og amen. Mikið verk þitt. Mikið verk þitt. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf og allt það sem bindur í hlekki og böl og böl. Mikið verk þitt. Við dönsum í frelsi, svo fagnandi kál. Og Jesús, þitt nafn er við upphafið hátt og böl. Mikið verk þitt. Halleluja, Guð lofar öllu. Halleluja, Guð breytast muntu. Halleluja, þú allt gjörir vel. Halleluja, Guð lofar öllu. Halleluja, Guð breytast muntu. Halleluja, þú allt gjörir vel. Allt gjörir vel. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf og allt það sem bindur í hlekki og böl og böl. Mikið verk þitt. Við dönsum í frelsi, svo fagnandi kál. Og Jesús, þitt nafn
lofum þig, Drottinn, í dag. Við lofum þig, Drottinn. Við gefum þig dýrðin í dag. Við vexum nafn þitt og lyftum þér upp, Drottinn. Við erum þakklátt fyrir að fá að vera í húsi þín í dag. Halleluja. Takk, Jesús. Halleluja. Það er svo yndislegt að koma í hús Drottins og fá að lofa Guð saman. Halleluja. Our God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Trust in your name, Jesus. Nothing to fear, and you're here with us. We put our hope in your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours. Yours forever. Hallelujah. Hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Steadfast and unmovable, nothing's impossible, 'cause our God, He reigns forever. Our God is in control, steadfast and unmovable, nothing's impossible, 'cause our God, He reigns. Hallelujah.
Halleluja, halleluja, takk Jesus. Takk Jesus fyrir náðina miskunn, fyrir trúfestina drottin. Halleluja. I forgot the wonder of how you brought deliverance, the exodus of my heart. 'Cause you found me, you freed me, held back the waters from my roots. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. The cloud by day, the sign that you are with me. The fire by night, a guiding light to my feet. You found me, you freed me, held back the waters from my release. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You are God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Tack Jesus, halleluja. You stepped into my future, you took me by the hand, you launched me out in freedom, into the promised land. Now I will not forget you, I'll sing of all you've done, that they swallowed up forever, by the fury of your love. You stepped into my future, you took me by the hand, you launched me out in freedom, into the promised land. Now I will not forget you, now I'll sing of all you've done, that they swallowed up forever, by the fury of your love. You're the God who fights for me,
sem við eigum. Hann fór á krossinn fyrir mig og þig. Hann leyst okkur fyrir blóð sitt. Halleluja. Takk, Jesús. Helgist þérna. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Halleluja. Takk, Jesús.
Helgi Jesus. Helgi sem Amen, amen, amen. Ég man þegar ég komst að því að hvað var gott með lofgjörð, að þetta var eins og, maður gæti nota þetta í svona andlegu stríði. Að þegar bjátaði eitthvað á, þá gæti ég bara lofa Guð. Svo fyrir ég að kynnast bæninni, að bænin var þvílíkt vopn í andaheiminum. Svo fór Guð að kenna mig líka. Og nú þarf ég bara að lesa textan, annars tala ég of lengi. Í öðru Kórinthubréfi þá segir Páll, ekki af nauðung, ekki af þrýstingi, því Guð elskar glaðan gjafara. Það er aldrei nauðung og það er aldrei þrýstingur, en það er einhver annar skilningur á bakvið þetta. Af því hann er að tala hjartað. En takið eftir, í næsta kafla, þá segir hann talar andlegan bardaga, hann segir að vopnauka séu ekki holdleg, heldur andleg og hafi kraft til að brjóta niður vígi og fanga hugsanir. Og stundum spyr maður, hvað er þetta með gjöf að gera? Mjög mikið. Alveg eins og lofgjörð og bæn. Því bardaginn byrjar ekki í veskinu, hann byrjar í hugsunum. Ég á ekki nóg, þetta er ekki nógu góð tími, ég þarf á þessu sjálfur að halda og ef ég var alveg heiðarlegur að það Guð beðið að hreyfa við mér varðandi það að gefa, að þá var það fyrst skortur sem kom upp í mér. Nei, það var eiginlega ekki skortur, heldur það var mótstaða. Ekki endilega svona hávær mótstaða, heldur svona meira svona, ekki núna, þetta er ekki rétti tíminn. Og þegar ég fattaði að þetta var ekki spurning hvað ég átti, þetta var spurning hverju ég treysti. Því aðalhugsunin er ekki, ég á ekki nóg, heldur ég vildi halda stjórn. Ég vildi stjórna. Og þar sá ég þetta sem Páll talar bardaginn við hugafarið. Og stað þess að þrýsta á mig, að Guð var ekki endilega að þrýsta á mig. Og þá var eins og Jesús spyrði mig, elskar mig? Ekki, gefur þú? Heldur, treysturðu mér? Og þar byrjaði breytingin. Og eins og ég kom inn á síðan, þetta er nákvæmlega það sem við sjáum í Jóhannes 21. Jesús mætir Pétur og spyr hann ekki frammistöðu. Hann spyr hann, elskar þú mig? Og Pétur getur ekki svarað fullkomlega, en Jesús mætir honum það sem hann er. Og segir við hann, gæt sauða minna. Hjarta fyrst, síðan kemur allt hitt. Og þetta er nákvæmlega það sem Orðskriftin 22 hjálpa okkur að skilja. Og skrítið að sé Orðskriftin 22. Gott mannorð er dýrmætara en mikill auður. Guð er ekki fyrst að horfa á það sem þú gefur, hann er að horfa á því hvað þú ert að verða. Að Kristur sé mótaður í þér. Svo segir hann í 22:4, laun auðmýktar og ótta drottins eru auður, heiður og líf. Þetta er annar auður, ekki sá sem þú heldur á, heldur sá sem myndast í hjartanu þegar þú treystir. Og í 22:6 þá segir hann, fræð þú sveinunum veginn sem hann á að halda og á gamals aldri mun hann ekki af honum víkja. Þannig að þegar Guð byrjar að hreyfa við þér varðandi gjöf, þá er hann ekki fyrst að biðja peninga, hann er að spyrja, treysturðu mér, elskar þú mig? Og þegar við svörum því, jafnvel ófullkomlega, þá byrjar eitthvað að losna innra með okkur og þá verður gjöfin ekki byrði heldur frelsi. Og þannig verður hún andlegt vopn, ekki til að fá eitthvað frá Guði, heldur til að brjóta niður ótta og rangar hugsanir. Þegar Guð er ekki að leita peningum, hann er að móta hjartað. Og þegar hjartað er þar, þá kemur restin. Faðir, við þökkum þér fyrir að þú ert að móta okkur
eftir syni þínu Jesú Kristi. Þú segir að þegar við horfum í orð þitt, að þá munum við ummótast frá dýr til dýrðar, frá trú til trúar. Og Drottinn, ég biðjum að gera þetta reglufestu í líf okkar, að við hugsum til þín. Þú talar það að sæll að gefa en að þiggja, að þetta mætti verða eitthvað sem okkur eðlislægt, að við mættum hjálpa þeim sem eiga sárt að binda, að þeir sem minna mega sín. Og ég biðjum að blessa einn og sérhvern sem gefur hér í dag og megi þessi fórn og þessi samskot vera mikilvirk í þínu ríki, í Jesú nafni. Amen. Svo ég gleymi ekki þá kveðja frá konu minni, hún komin til Filippseyja. Hún að heimsækja kirkjuna þar og sem við erum að styrkja meðal annars og við heyrum frekari fréttir frá henni síðar. Guð bless ykkur. Rísum á fætur. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Heilagur, við lofum þig, Drottinn. Við gefum þig dýrðin í dag, Drottinn. Helgist þitt nafn. Death could not hold you, the will tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever.
Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Holy, holy, are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Takk Jesus. Heilagur Jesus. Helgist þitt nafn, drottinn Jesus. Við lofum þig í dag. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Helgist þitt nafn. Halleluja. Halleluja. Veröldin öll ég sé Sér hver sá Jörð, tungl og sól játi þig Ekkert hindrar mig Þið lofa við Drottinn dýrða dvel mér hjá Ég vil vera nærri þér Ég vil vera nærri þér Drottinn dýrða dvel mér hjá Ég vil vera nærri þér Ég vil vera nærri þér Heiðri þig Veröldin öll ég sé Sér hver sá Jörð, tungl og sól játi þig Ekkert hindrar mig Þið lofa við Nú í sannleika Ég tilbið þig Drottinn dýrðar vel mér hjá
ég vil vera nærri þér. Syngdu lof, halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syngdu lof, halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syngdu lof, halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, drottinn dýrðar vel mér, já, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar vel mér, já, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar vel mér, já, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar vel mér, já, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Þú ert heilagur, heilagur, heilagur ertu, heilagur ertu. Þú ert heilagur, heilagur, heilagur ertu, heilagur ertu. Þú ert heilagur, heilagur, heilagur ertu, heilagur ertu, Jesús. Þú ert heilagur, heilagur, heilagur ertu, heilagur ertu, Drottinn dýrðar vel mér, já, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar vel mér, já, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Syngja saman. Drottinn dýrðar vel mér, já, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Takk, Jesús.
Takk Jesús. Dýrsi þér Jesús, yndisleg nærvera hér í dag. Þrátt fyrir brjála veður og það skiptir engu máli. Halleluja, ekki Guð góður? Mér finnst Jóhann ekki vera alveg viss, Guð góður? Já, gott, halleluja. En það eru spennandi hlutir að gerast hjá okkur. Mér langar bara aðeins að fara við það sem að kirkjan er að gera. Við erum náttúrulega með samkomur alla sunnudag, en við erum líka á miðvikudögum. Við erum með lofgjörastundir, þess á móti, annarkvæmt miðvikudag erum við með lofgjörastundir. Hinar stundirnar erum við með, miðvikudagan á móti, þá erum við með heimahópa. Og ég bara segi ykkur, það er svo mikið að gerast í kirkjunni í gegnum heimahópa og svona kvenna og kallastarf, bara hvet ykkur til þess að melda ykkur með. Bara magnaði hlutir að gerast. Fólk er að vaksa eins og rababarar. Og það er gaman að sjá það. Halleluja. En við erum hérna og ég ætla að kynna það. Ég ætla að fá Kjartan hérna upp. Og það er einstaklingur í kirkjunni sem er að gera ótrúlega spennandi hluti. Hann er bara frægur í útlöndum. Hann Kjartan. Alli, hækkaðu tónlistina. Hann var að gefa út alveg opbúslega spennandi efni eins og þið heyri hérna. Hann er nefnilega lagasmiður og hann ætlar að kynna betur það sem er framundan næstu helgi hérna hjá okkur. Kjartan, yfir til þín. Já, takk. Já, ég var semst að gefa út plötu, svona Tech House og Deep House og með kristilegu ívafi. Og ég veit ekki af hverju Sibba segir að ég hafi bara verið að gefa út plötu því að við vorum að gefa út plötu. Ég samplaði samkomu og það er í einu lagi. Þannig að það er Sibba er að syngja inn á laginu, sko. Þannig að það er mjög cool, sko. En ég ætla, við ætlum að vera með DJ-kvöld næsta laugardag klukkan 8 og spila house tónlist. Og vera með reykvél og ljósasjó og allan pakkan. Þannig að ef ykkur finnst gaman að dansa og lofa Guð, þá getum við gert það saman á sama tíma. Þannig að það er klukkan 8 næsta laugardag. Yes, takk. Þetta er sem lagið. Hækkaðu alveg. Má ég sjá, kunni ekki allir að dansa? Kunni ekki allir að dansa? Erum við búin að gleyma að dansa? Heldur betur ekki. Nákvæmlega. Það er að rifjast upp hérna sýnist mér. Mamma er komin í gang. Mamma hefur engu gleymt, skal ég segja ykkur. Amen. Alli. Ég ætla bara að segja ykkur eitt. Þetta lag er komið á vinsældarlista í, er það ekki, Suður Ameríku? Og við erum að tala þetta fór upp í 22. sæti eða eitthvað á þvílíkum vinsældarlista. Og við ætlum að gera það kunnugt að hér á Íslandi býr fólk sem er fullt af heilugum anda. Og þú getur spurt, er þetta bara við hæfi á samkomum að dansa? Og ég ætla bara að minna ykkur að það að Davíð dansaði eins og enginn var morgundagurinn. Hann dansaði fyrir augliti Guðs og það er bara mjög biblíulegt að dansa. Þannig við ætlum að taka frá tíman á laugardaginn og við ætlum að koma saman og lyfta upp nafni Jesú. Er þið ekki til í þetta? Fá fólk með ykkur og við ætlum að njóta þessara tónlistar og dansa svolítið vel. Amen. Nú er það Gunnar, hann ætlar að koma dansandi hérna og segja nokkur orð. Ef ekki að klappa fyrir Gunnari þegar hann dansar. Já, ég býð bara.
Ég held að sé ekki hægt, sko. Já, ég þarf að rappa þetta. Einmitt. Ég segi nú bara, hvernig er geta að taka við orðið Guðs núna í mjúka jarðveg, segir í Mattheúsi 13. kafla. Jæja, er ekki allir ferskir? Heyrið. Já, auðvitað. Hérna, ég þarf að minna aftur á að við erum ekki að rápa og... Já, ok. Hún má þetta sjálfsög. Ég segi það alltaf, þegar við sjáum börn á hlaupum, allt ykkur, þá vitum við alltaf að við erum að búa til næstu kynslóðir. Það er nefnilega málið, sko. Allavega, síðasta sunnudag vorum við að tala það hvernig við erum krossfest með Kristi Jesú. En í dag þá ætla ég að skoða að við höfum dáið með Kristi. Eitthvað sem bara getur ekki meika sens, en það meika samt sens þegar þú les Biblíuna. Þið kannist öll við þessi vers. Ef ekki, þá er það á góðum stað. Þá er það að fara að heyra þessi vers alveg sennilega nokkur sinnum oft. Ég er ekki að finna upp á hjólinu, við erum bara að skoða ritninguna. Þetta er síðara Kórinthubréf 5:14-17. Kærleiki Krists knýr mig, því að ég hef ályktað sem svo. Ég hef dregið þá ályktun, ef einn er dáinn fyrir alla, þá eru þeir allir dánir. Og hann er dáinn fyrir þá alla til þess að þeir sem lifa ekki fram að sjálfum sér, heldur honum sem fyrir þá er dáinn og upprisinn. Þannig met ég hérni frá engan að mannlegum hætti, þótt ég hefði þekkt Krist að mannlegum hætti, þekki ég nú ekki fram að þannig. Svo er vers hérna sem er sennilega eitt frægasta biblíuvers sem þið hafið heyrt og eitt fallegasta vers sem skrifað hefur verið í Biblíunni. Ef einhverju er í Kristi, er hann skapaður á ný, hið gamla var að engu, sjá nýtt hefur orðið til. Þetta er vers 14. Ég ætla að taka vers 17 aðeins fyrir og eftir. Af því að mér finnst bara eins og margir hafa misskilið það vers í bara mörg ár. Það er eiginlega bara búið að gera til kenningar þessi vers. Þannig að við ætlum að leiðrétta þann misskilning. Ok, vers 14. Hann er dáinn fyrir alla. Hvað þýðir það? Jú, Kristur kom í heiminn, fór á krossinn, lagði líf sitt. Þegar hann fer á krossinn, þá tekur hann þig, meikar þetta sens? Hann tekur þig á krossinn með sér. Hvernig tók hann þig með sér á krossinn? Jú, hann tók þig í andanum með sér á krossinn til þess að þú færi ekki lengur að lifa með sjálfið þér heldur honum. Vers 15, hann er dáinn fyrir alla til þess, Sumir kristnir, þegar horfa á þetta vers, segja, við lifum með honum. Hvernig kemur þetta fram í daglegu lífi? Sumir hugsa þetta, sumir kristnir eru bara svolítið svona yfirborðskenndir, ef við segjum þetta þannig. Sumir kristnir horfa þetta þannig. Ég lifi með honum. Það þýðir, þegar ég fer til himna, þá mun ég lifa með honum. Hann er búinn að leysa mig í einu jarðneska lífi og þegar ég deyð, þá fer ég bara til himna og verð með honum. En þetta er vissulega þá er eilífinn í himninum, en þetta er ekki nema bara brot af því verki sem Guð ætlaði með þér hér á jörðu. Og ef við bara rýnum í samhengi textans, af því að við vitum öll að Biblían var aldrei skrifuð í köflum af versum, hún var bara skrifuð sem bréf. Þetta var ekki þannig, Páll var að skrifa í Antíókíu, fyrsti kafli, fyrsta vers. Nei, þetta var bara skrifuð sem bréf. Og hann segir í síðara Kórinthubréfi 5:9, þess vegna kosta í kapps hvort sem ég er heima eða heima að vera honum þóknalegur. Þú ert hér núna með honum og hvar sem þú ert, hvort þú ert að heiman eða að heiman, hvort þú ert hér á jörðu eða frá eilíðinni, þá ert að lifa honum. Þú ert að reyna að þóknast honum á allan hátt. Það er sem hann er að segja. Og svo segir hann í versi 16, þannig meti ég hérni frá engan að mannlegum hætti, þó ég þekkt Krist að mannlegum hætti þekki ég nú ekki fram á þannig.
Hvað er hann að segja? Jú, ég met engan mann eftir einhverjum svona veraldlegum hlutum. Ég met engan mann af því að hann búinn að gefa gegnum alkoholisma, hann búinn að ganga í gegnum þrengingar, hvað sem hún kallar þetta. Páll, hann metur engan mann af þeim hætti. Og ef ykkur í kristina skapaðurinn í gamla var engu sjá nýtt hefur orðið til. Þetta vers fyrir við rosalega kristir og menn og konur mjög oft, við erum ofta að segja svo hluti. Ég ný sköpun. Sumir bara, já, ég heldur betur ný sköpun maður. Sumir, já, ég ný sköpun af því að ég var eitthvað ákveðið. Ég var í alkoholisma. Ég var klámfíkill. Ég var í öllu þessu bulli sem að heimurinn gerir. En aftur, samhengi, ég met engan framar að mannlegum hætti þó ég þekkt krista mannlegum hætti þekkja nú ekki fram á þannig. Ég ekki að meta fólk eftir því hverju voru í gamla lífinu og þannig þeir minna ný sköpun. Hvað með mann eins og mig sem bara strákur sem að fattaði snemma að ég þyrfti frelsar að halda? Hvað ég ekki ný sköpun? Ég ekki ný sköpun ef ég hef ekki gengið gegnum neitt. Ef við ætlum að horfa á þetta svona, þá erum við búin til kenningar og þá erum við ekki að fara rétt með orð sannleikans. Við erum ný sköpun af því að sá sem í Kristi. Efesus 2:10, þú skapaður í honum til góðra verka sem hann hefur fyrirbúið til þess að þú myndir svo leggja stund á þau. Við höfum öll að sameiginlegt að einhvern mann lifðu við ekki í honum. Og þar alveg þegar við komum til hans, þá engin greinamunur hvort þú hefur verið í rugli eða ykkur svoleiðis eða bara komið úr mjög þægilegu umhverfi eins og ég. Engin munur. Páll segir í Galatíabréfinu 1. kafla, Guð þér ekki mangarinn að rálit. Og ef við ætlum að fara að gera það, aftur, þá erum við ekki að fara rétt með orð sannleikans. Biblían bara mjög skýr. Þetta bara bók, kafli og vers. Með öðrum orðum, þú lest Biblíun á 4 hátta. Hver að tala? Við hvern að tala? Hvað hann að segja? Og hvað samhengið? Það rosalega auðvelt að fara að taka hluti út úr samhengi. Það bara einfalt þessi hlutir í heiminum. Og margir hafa gert það. Og þá ertu búin til kenningar. Og þá ferði ekki rétt með orð sannleikans. Við getum gert hvað sem þegar við fyrir með að tökum hluti út úr samhengi. Við getum farið hvert sem með þá. Allavega, ég búin með tíma. Takk fyrir, takk. Ég þurfti að heyra þetta. Takk, Jesús, fyrir náð þín á miskunn, Drottinn. Ég þakka þér í dag, þá erum við ný sköpun í þér, Jesús. Í gamla var það engu sjá nýtt hefur orðið til. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að það sem við fáum að koma og lyfta þér upp, Jesús. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, fyrir þessa frábæra lofgjörð sem búin að eiga sér stað og núna erum við búin að mýkja hjarta okkar og við erum tilbúin að fá orð þitt beint í hjarta okkar, Jesús. Við viljum búa til mjúkan jarðveg eins og segir í Matteusi 13. kafla. Ég bið bara, Drottinn minn, þegar Kalun talar, smyrðu varir hans á tungu, Jesús. Megum við bara gefa þér alla dýrðina, smyrðu varir Hilmars þegar hann túlkar á eftir Jesús. Ég bara bið, Drottinn minn, að þú gefur okkur opinberan skilning á því hver þú ert. Og ég bara bið, Drottinn minn, fyrir einum og sérhverjum að við viljum bara vera trúr þér, Jesús. Að því einn daginn þá eigum við eftir að standa frammi fyrir þér í dýrðinni og þá verður svo eina spurning sem við brenna á hjörtum allra held ég. Vorum við trú þér? Og ég bara bið, Drottinn minn, að við horfum á kross þinn, að það eina von okkar. Það eina von okkar til þess að geta komist inn í dýrðina. Það að kross þinn nóg. Þú segir í orði þínu, það fullkomna. Og ég bara bið, Drottinn minn, á allir okkar göngu að gefa þér dýrðina og við leggjum stund í þínar hendur. Í Jesú nafni. Amen. No? But we will. Can we have some power, Ali? Thanks. We're getting there. I just love it when Gunnar gives my pre-opening sermon. Exactly. So, Ég elska það alveg þegar Gunnar stelur predikunum minni í 3 versum. we're going to follow on from that. Við ætlum að halda áfram þar sem að hann And that's no endaði lie. og það engin lygi. So, let's pray. Við skulum biðja. Thank you, Father, for this day. Þökkum við, Faðir, fyrir þennan dag. Thank you that we're here because you have drawn us here. Þökkum við fyrir að því að þú hefur dregið okkur hingað.
Now open our hearts and minds to hear what you have to say to us. Opnaðu hug okkur og hjörtu að við mættum heyra hvað þú hefur að segja til okkar. I pray that you would touch mine and Hilma's lips, Almighty God. Ég biðist að þú snertir varir mínar og Hilmas. Give us the words to speak Gjaf okkur réttu orðin að mæla with the passion and zeal that you want them spoken. með þeirri ástríðu sem að þú þráir að þau séu sögð. In the authority of Christ, Í því valdi Jesú Krist, in Jesus' name. í Jesú nafni. Amen. Amen. So Sibba preached for us 2 weeks last weekend Síðustu helgi þá predikaði Sibba til okkar about us being in the wilderness and pitching a tent there. að vera í eyðimörkinu og að við mættum ekki tjálta þar. Some of us get very comfortable in the wilderness. We build a house and our lives and we stay there. Sumir hafa að fella kósi í eyðimörkinu og byggja bara þriggja hæða hús þar og allt í góðu. But that's not God's plan. En það ekki áætlun Guðs. So I think as I was inquiring of the Lord for today, Þegar ég var að leita Drottins fyrir daginn í dag, what I felt was that we are living, those that are dwelling in the wilderness and wanting to stay there are still living in the old man. að þeir sem að vilja dvelja í eyðimörkinu og byggja sér bústað þar, að það eru einstaklingar sem eru ennþá að lifa út frá gamla manninu. We are living in our old identity before Christ. Og þú ert að lifa í þínu gamla auðkenni fyrir Krist. We have not fully embraced who we now are in Christ Jesus. Við höfum ekki umfamað alveg með fullu hver við erum í raun og veru í Kristi. When we look intently in the mirror, we see the old man. We see our identity with the old man. We see our flaws and our failures. We see condemnation. Þegar við horfum í speilin þá erum við að horfa ennþá á gamla mannin. Alla þá fyrirlitningu og fyrirdæmingu sem við upplifum. But why would we make a bed in our shame when there's a fountain of grace running our way? En af hverju á ég að gera bústað við gröfina þegar flóð náðarinnar eru til staðar? We are relating more to the first Adam, Við erum að auðkenna okkur meira við hinn fyrri Adam, the fallen man, hinn fallna mann, the old man, gamla mannin, and we see in Romans 5:18, og í Rómverjabréfinu 5:18, 18 and 19. Therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. Eins og misgjörð eins leiddi sakfellingu fyrir alla menn, þannig leiðir og af réttlætisverki eins, sýknun og líf fyrir alla menn. For by one man's disobedience the many were made sinners, so by one man's obedience the many were made righteous. Eins og hinnir mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðni hins eina manns, þannig mun hlýðni hins eina réttlæta hina mörgu. You see, we are justified not because of anything we've done, Við erum réttlætt ekki fyrir eitthvað það sem við gerðum, but by grace through faith in Christ. heldur af náð fyrir trú í gegnum Jesú Krist. He declares us righteous. Það hann sem að sýknar okkur og lýsir okkur réttlætt. You see, we are clean because of the word that we have received and heard, Við erum hreinsuð fyrir orðið sem við höfum meðtekið og heyrt. but it's as if our dirty feet are keeping us in the wrong Adam. En það eins og við erum alltaf með stöndum í drullupollunum og minna okkur á gamla Adam. No. Nei, But who are we now in Christ? en hver eru við núna í Kristi? I am righteous. Ég réttlættur. You see, your identity is not determined by what you do, Auðkynni þetta ekki markað af því hvað þú gerir, but by what Jesus has done for you. heldur hvað Jesús hefur gert fyrir þig. You see, you are a son or a daughter of God. Þú ert sonur eða dóttir Guðs. We may have struggles to overcome, Við erum kannski að ströggla við að yfirstíga eitthvað, but these struggles do not define who we are. en strögglið ekki auðkynna á hver við erum. Our identity Auðkynna okkar comes from Christ. kemur frá Kristi.
Our struggles and challenges are things we overcome in Christ. Strögglið og annað slíkt eitthvað sem að gerist þegar við erum að standa og læra að standa í Kristi. Because we have the victory. Því að við höfum sigurinn. But we are choosing to stay in the wilderness. En við veljum að dvelja í eyðimörkinu. We are choosing to see the old man when we look in the mirror intently. Veljum að horfa á gamla mannin þegar við rýnum inn í spegilinn. Instead of seeing Christ in me, the hope of glory, Í stað þess að sjá Kristur í mér, von dýrðarinnar, I'm seeing my failures and my past. þá ég að horfa á mistöki mín og fortíð mína. So we're going to have a look at this today. Þannig við ætlum að skoða þetta aðeins í dag. We are a new creation. Við erum nýsköpun. If we carry on from where Gunnar was in 2 Corinthians 5, Ef við förum í síðara Korinthubréf 5. kapli, verse 16, sem að Gunnar var að tala í versi 16. from now on, therefore, we regard no one according to the flesh. Þannig metum við héðan í frá engan að mannlegum hætti, Even though we once regarded Christ according to the flesh, þótt við og höfum þekkt Krist að mannlegum hætti, we regard him that's no longer like that. þekkjum við hann nú ekki framar þannig. It's the same as us. Það það sama með okkur. We are not regarded by God according to the flesh. Við erum ekki þekkt af Guði samkvæmt holdinu. According to Ephesians, God sees us holy and blameless in his Son, Jesus Christ. Samkvæmt Efesusbréfinu þá sér hann okkur heilug og lýtalös í Kristi. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Þegar einhver í Kristi þá hann ný sköpun. There's no mistake here. Það engin mistök hérna. We are new creations. Við erum ný sköpun. The old has passed away. Hið gamla varð að engu. He's not passing away. He has passed Það away. ekki að verða að engu, það varð að engu. The new has come. Og nýtt orðið til. God develops this further in Galatians 3:23-29. Í Galatabréfinu 3:29, Galatians 3, verse 23. 23, Galatabréfinu 3:23. Now, before faith came, we were held captives under the law, imprisoned until the coming faith would be revealed. So then the law was our guardian until Christ came in order that we might be justified by faith. Áður en trúin kom, voru við í gæslu lögmálsins, innilokaðir, þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari vor, þangað til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. But now that faith has come, we are no longer under a guardian, for in Christ Jesus you are all sons of God through faith. En nú, eftir að trúin komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Þér eruð Guðs börn fyrir trúna á Jesú Krist. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Allir þér sem eru skýrðir til samfélags við Krist, þér hafið íklæðst Kristi. There is neither Jew nor Greek. There's neither slave nor free. There's neither male nor female. You are all one in Christ. Hér engin gyðingur, né grískur, þræll né frjálsmaður, karl né kona, þér eru allir eitt í Kristi. And if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to the promise. En ef þér til í Kristi, þá eru þér niðjar Abrahams, erfingjar eftir fyrirheitunum. We are set free. Það búið að leysa okkur algjörlega. We are co-heirs with Christ. Við erum samerfingjar Krist. We are sons and daughters of the living God. Við erum synir og dætur hins lifandi Guðs. That is who we now are in Christ. Það raunveruleiki hvað við erum núna í Kristi. The old man has no say anymore. Gamli maðurinn hefur ekkert málið að segja frekar. Why are we staying in the wilderness? Why are we not living in the blessing and the outpouring of the Spirit? Af hverju erum við að dvelja í eyðimörkinu? Af hverju erum við ekki bara lifandi í andanum í Kristi? Why do we
identify ourselves with the old man? Af hverju erum við að auðkenna okkur enn við gamla mannin? Yes, we have struggles. Yes, we have challenges, but we will overcome them. They are no longer our identity. Já, við höfum erfiðleika og raunir, en það hefur ekkert að gera með auðkenna okkar, því við höfum þegar sigurinn í Jesú Kristi. Even me, when I was younger, I had an addiction to trainers. Jafnvel þegar ég var í erfiðleikum, og... And you had to... An addiction to trainers. Já, ég var svona skófíkill, ég var alltaf í strigaskóm. Every new pair of trainers that came out, I was there buying them. Alltaf þegar komu ný pör af einhverjum íþróttaskóm, einhverjum strigaskóm, og þá keypti ég þau. God dealt with that. Já, það var þá. But this is the old man. En það gamli maðurinn. And I'm not saying and being ignorant that we don't have challenges and struggles. Ég ekki að hunsa það að við höfum ekki erfiðleika og raunir. But they're not our new identity in Christ. En raunirnar og erfiðleikarnir eru ekki auðkyn okkar. Let's go to 1 John 3, 9 to 10. We're going to spend a bit of time with this one. Fyrsta Jóhannesarbréf, 1 John 3, 9 to 10. 1 John 3. Kapli 9 og 10. One born of God makes a practice of sinning. Hver sem að Guði fæddur, drýgir ekki synd. For God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he is born of God. Því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum, hann getur ekki syndgað af því að hann fæddur af Guði. By this it is evident who are the children of God. Af þessu augljós börn Guðs. And who are the children of the devil? Og börn djöfulsins. Whoever does not practice righteousness is not of God. Sá sem iðkar ekki réttlætið og elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Nor is the one who does not love his brother. Sá sem elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. So let me ask you. Leyfðu mér að spyrja ykkur. Does a true Christian, does a true believer stop sinning? Sem sann kristinn, sá sem trúir og hættir að syndga, hættir hann að syndga. You see, this question is often misunderstood because we define our sin by our behavior. Þessi spurning svo oft misskilin af því að við skilgreinum syndina eftir hegðun okkar. You see, sin is not defined purely by our behavior in the scripture. Því að ritningin, hún skilgreinir synd ekki bara eftir hegðun okkar. It defines it much deeper than our behavior and actions. Ritningin skilgreinir synd miklu dýpra. Sin, according to scripture, is rooted in our identity. Því að synd samkvæmt ritningunni á rætur í auðkyn okkar. John here does not say that a believer never struggles or does not have battles to overcome. Hann segir, Jóhannes ekki að segja í þessu bréfi að kristinn maður að kona ströggla ekki, eigi aldrei erfiðleikum. John says the believer is born of God. Hann segir að hinn trúaði fæddur af Guði. This changes everything. Og það breytir öllu. When we are saved by grace, we are not just forgiven, we are reborn. Þegar við erum hólpin af náð, að þá erum við ekki bara fyrirgefið, við erum endurfædd. We are new creations. Við erum nýsköpun. In other words, God did not just clean up our old nature. Guð, hann var ekki bara að hreinsa gamla eðlið okkar. He gave us a new one. Hann gaf okkur nýtt eðli. He replaced the old one. Hann skipti út gamla eðlinu. The word that John uses for seed orðið sem að Jóhannes nota fyrir sáðkorn points to life source. Bendir á lífsuppsprettu. And we know that unless the seed falls to the ground and dies, it will bear no fruit. Og við vitum að ef sáðkornið fellir ekki í jörðin og deyr, að þá vex ekkert af því. But we have the living power that raised Christ from the dead, living in active in us. Sami kraftur og reisti Jesú upp frá dauðum, hann býr innra með okkur.
You see, the seed is not discipline or self-control. Þið sjáu að sákornið, það ekki einhver ægi og sjálfsægi og reyna að ná stjórn á lífinu. The seed is God's life. Sákornið líf Guðs. The new life that we get in Christ. Það nýja lífið sem við eignumst í Kristi. We are born again. Við erum endurfædd. This means sin no longer defines who we are. Það þýðir það að synd ekki lengur auðkennið okkar. We can still fall. Við getum fallið. We can still be tempted. Við getum orðið fyrir freistingum. We can still have struggles. Og við getum átt í erfiðleikum. But we no longer are slaves to sin. En við erum ekki lengur þrælar syndarinnar. Sin is no longer our master. Synd ekki drottnarinn okkar. Sin no longer has dominion over me. Syndin hefur ekki yfirráð lengur yfir mér. We are free in Christ. Við erum frjáls í Kristi. We are no longer slaves to sin. Við erum ekki þrælar syndarinnar lengur. We are slaves to righteousness. Við erum þrælar réttlætisins. Don't let that old man keep you in the wilderness. Láttu ekki gamla mannin halda þér í eyðimörkinni. Amen. Amen. Now in Christ, sin is an intruder, unwanted, unwelcome, and doesn't belong in us. Núna í Kristi þá synd eitthvað sem utanakomandi. Hún bara eins og eitthvað meindýr sem tilheyrir ekki. That's why John can say he cannot keep on sinning. Þess vegna segir Jóhannes, hinn frelsaði, sá sem hólpinn, getur ekki haldið áfram að synda. Not because the temptations fall away, Ekki af því að freistingin falli frá, but because sin no longer owns our identity. vegna þess að syndin ekki lengur auðkennið okkar. We may fall into sin, Við getum fallið í synd, but we cannot live in sin as our home en við getum ekki lifað í synd sem að það sé heimilið okkar. because we are not from that dominion anymore. Því að við tilheyrum því ríki ekki lengur. We are new creations in a new kingdom. Við erum nýsköpun í nýju ríki. Move from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Hann flutt okkur úr ríki myrkursins yfir í ríki svona síns, ríki ljósins. Sealed with the Holy Spirit for the day of redemption. Innsigluð með heilugum anda til endurlausna dagsins. In God's hand. Í hendi Guðs. We will never be plucked from his hand. Það mun aldrei neitt geta slitið okkur úr hendi hans. Why? Af hverju? Why can we not stay in the wilderness, you ask? Af hverju getum við ekki dvalið í eyðimörkinni? Because our nature has changed. Því að eðlið okkar umbreytt. We need to move into the blessing, Við þurfum að færa okkur inn í blessun, into the abundant life, yfir í líf í nægtum, into being salt and light. inn í það að vera salt og ljós. You see, a dog may return to its vomit Þið sjá að hundur getur snúið aftur til spýju sinnar, because that's its nature. því að það eðli hans. A sheep may fall in the mud Sauður getur dottið hann í drullupollin aftur, but the sheep doesn't belong in the mud. en sauðurinn hann á ekki heima í drullupollinum. He gets himself up quickly Hann stendur fljótt upp and gets out of the mud. og kemur sér út úr drullupollinum. Same with us. Sama með okkur. Hello. I'm amazing my wife's not running after her. Getting some of the energy out. Ég alveg hissa að kona mín skuli ekki verið bara lögð á stað að græja málin hérna. You see, now we belong to God, bought by the precious blood of Christ. Þegar nú tilheyrum við Guði, við erum endurkeypt fyrir blóð Jesú Krist. Ownership of our life is transferred from me to God. Það hefur orðið eignaskipti á líf okkar. We are His. Við tilheyrum Guði. We are His. Við tilheyrum honum. We are His children. Við erum börnin hans. His sons and daughters. Við erum synir og dætur hans. You're no longer a sinner trying to become righteous. Þú ert ekki lengur syndari sem ert að reyna að verða réttlættur. The challenge is Áskorunin þessi. that we are righteous, struggling with the idea that we are not a sinner. Við erum réttlætt
En við erum að ströggla við það að við séum ekki lengur syndarar. We are being held in that old man. Við erum okkur haldið í gamla manninu. This doesn't point to the fact that we are not new creations. Þetta bendir ekki til þess að við séum ný sköpun. Actually, it's evidence of the new birth. Þetta sönnun þess að við erum endurfædd. That we have this struggle between the spirit and the flesh going on within us. Að strögglið milli holds og anda innra með okkur. That points to the fact that we are born again. Það bendir á þá staðreynd að við erum endurfædd. If we were dead in sin, there would be no conflict, no struggle between the spirit and the flesh fighting within us. Ef við værum ekki dáin syndinni, þá væri ekkert ströggl innra með okkur sem var að berjast. Sin would feel normal. Synd væri bara eðlislæg. But now, as we're about to sin, our conscience and everything screaming at us, saying, no! En núna það þannig að þegar við erum að fara að synda, þá samviska okkar hrópar innra með okkur, nei! Hallelujah. Halleluja! The grief, the hurt, the failure, sorrow you feel when when you sin is not condemnation. Hryggðin og allt það sem því fylgjur að syndin hún verður ekki fyrirdæming. For there is no condemnation in Christ. Það engin fyrirdæming í Kristi. It is evidence of God's seed in you. Heldur þetta sönnun þess að sáðkort Guðs innra með þér. And the first thing we need to do when we feel that Og fyrsta sem við þurfum að gera þegar við upplifum þetta, is do what David did. að gera það sem Davíð gerði. Turn straight to God and repent. Að snúa okkur strax til Guðs og iðrast. When that feeling comes, go straight to God. Þegar þessi upplifun tilfinning kemur, þá ferðu rakleitt til Guðs. Don't give it an opportunity to fester and grow. Gefðu þessu engan umræðu grundvöll eða þetta fá að setja ykkur að rætur. These things have the opportunity to grow arms and legs and take us into rabbit holes. Þegar þessi hlutir geta vaxið hraðar en ykkur arfi eða rabbabæri og farið með okkur í alls konar fjallgöngu leiðir. Sin will come knocking on our lives. Syndin mun koma og banka á dyrnar. Remember, it doesn't have the keys anymore. Mundu, syndin hefur ekki lyklana lengur. Our holiness does not come from trying harder. Helgun okkar kemur ekki frá því framistöð okkar að reyna betur og meira. But who we are already in Christ. Heldur hver við þegar erum í Kristi. We are now Christ's, and that is where our identity comes from. Við tilheyrum Kristi og þaðan kemur auðkynnið okkar. And God has done all of this through love. Og Guð gerði allt þetta fyrir kærleika sinn. He loved us first. Hann elskaði okkur fyrst, að fyrra bragði. Romans 5:6-8 says, Rómverjabréfið 5, 6-8. For while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. Meðan vorum enn óstyrkir, dó Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would even dare to die. Annars gengur varla nokkur í dauðan fyrir réttlátan mann. But Fyrir God, góðan menn kynni ef til vill einhver að vilja deyja. but God shows his love for us, and while we were still sinners, Christ died for us. En Guð auðsýni kærleika sinn til okkar, þar sem Kristur enn fyrir okkur dáinn, meðan við vorum enn í syndum vorum. You see, for God so loved the world, he sent his only begotten Son. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf sinn eingetinn son. It's not conditional on my status. Þetta veltur ekki á minni stöðu. It's purely conditional on his Þetta love. algjörlega, þetta veltur allt á stöðu hans. Whilst we were still sinners, Þegar við vorum ennþá í syndum okkar, Christ came.
þá kom Kristur, laying down his glory, lagði niður dýrð sína, becoming a fully man, varð algjörlega að fullu maður, fully God, að fullu Guð, living a life with which he can relate to us on every level. lifði lífi þar sem hann getur auðkennt sig við og kannast við allt það sem við göngum í gegnum. For every temptation that we face, he's already faced. Alla þá freistingu sem við verðum fyrir, hann hefur þegar horfst í augu við hana. And then he sat in the gardens and he said, Father, not my will, but your will be done. Og í Getsemane garðinu þar sagði hann, ekki minn vilji, heldur þinn vilji. Betrayed with a kiss. Hann var svikinn með kossi. And his disciples slashed out and cut off one of the men's ears. Og einn af lærisveinunum hans skar eyrað af einum hermanninum. He says, if you live by the sword, you will also die by the Og hann sword. sagði, ef þú lifir með samkvæmt sverðinu, þá máttu líka deyja með sverðinu. Led away, bound in chains. Og hann var leiddur í hlekkjum, Took to the religious leaders of the day. tekinn frammi fyrir æðstar af hans tíma, Slapped, beaten, spat upon. sleginn, hrækt á hann Prophesy this, prophesy that. og gert gís á hann og sagði, spáðu núna. Taken to the Romans. Hann var tekinn til rómversku hersveitarinnar. Pontius washes his hands of the affair, Pontius Pílatus þvoði hendur sínar af óréttlætinu, knowing well that he was a righteous man. vitandi vel að hann var réttlátur maður. He had been warned, Það var búið að vara hann við, but they called out, crucify him. en þeir kölluðu krossfestið hann. And to appease the masses, Jesus was handed over to be crucified. Og til þess að lægja í liðnum að þá var Kristur settur fram. And on the cross, he took our sin, Og á krossinum þá tók hann okkar syndir, our shame, okkar skömm, our disease, okkar sjúkleika, our iniquities. okkar veikleika. And he said, Father, why have you forsaken me? Og síðan segir hann á krossinum, Faðir, því hefur yfirgefið mig. Forgive them, Father, for they know not what they do. En fyrirgefðu þeim, Faðir, þeir vita ekki hvað þeir gera. We are forgiven. Og við erum fyrirgefið. Our debt has been paid. Okkur hefur verið fyrirgefið og skuld okkar greidd að fullu. And we have freedom, Og við eigum frelsi. bought in Christ Jesus. Dýru verið keypt í Jesú Kristi. He even gave us the Holy Spirit to help us. Og síðan gefur hann okkur heilagan anda til þess að hjálpa okkur. And I could preach here for another half an hour, but I'm not going to. Ég geti predikað í hálftíma í viðbót, en ég ætla ekki að gera það. You see, we are a child of God. Við erum börn Guðs. That is our identity. Það hið sanna auðkyn okkar. Don't let your past define you. Ekki láta fortíðin að auðkenna þig. Submit yourselves, therefore, to God. Gefðu þig undir Guðs voldugu hönd. Resist the devil and he will flee from you. Stattu gegn djöflunum og hann mun flýja frá þér. Draw near to God Dragðu þig nær Guði and he will draw near to you. og hann mun draga sig nær þér. Live as a child of God Lifðu sem barn Guðs in Jesus Christ. í Jesú Kristi. Submit everything in your life unto him. Gefðu allt honum á vald það sem að tilheyri þínu lífi. Under the lordship of Jesus Christ. Vertu undir drottinvaldi Jesú Krist. Numbers 14:24 says, Það segir í Numbers 14:24. 4. Mósebók 14:24. But my servant Caleb, because he has a different spirit and has followed me fully, I will bring him into the land in which he went, and his descendants shall possess it. En af því að annar andi yfir þjóni mínum Kaleb og af því að hann hefur fylgt mér trúlega, þá vil ég leiða hann inn í landið sem hann fór til og niðjir hann skulu eignast það. We all have the Holy Spirit in us. Við höfum öll heilagan anda innra með okkur. Live by faith. Lifðu í trú. Live in trust with God. Lifðu í trausti til Guðs. Surrender everything under him Gefðu allt undir hann and let him lead you accordingly. og leiðu honum að leiða þig samkvæmt því. The wilderness is not where we belong, Við tilheyrum ekki eyðimörkinni, but in the promised land. heldur í fyrirheitna landinu.
The land flowing with milk and honey, Landi sem flæðir í mjólk og hunang, provided by God. sem Guðs fyrirsjá þar fyrir hendi. In Jesus' name. Í Jesú nafni.